Æstökur. Æfirðu körfubolta? Gabriel, komdu, við erum að fara. Amma er komin, ég þarf að fara. Martin, stutt leikinn bara, þetta var sárt tap eða hvað? Já, virkilega sárt tap. Svona með kannski unni leik í höndunum, við vorum með góða 10 stiga fórustu þarna í seinni hálfleik og þetta er búin að vera svolítið svona vandamál í allan vetur. Við einhvern veginn dettum niður á hælana og hleypum lífi í þetta aftur fyrir hitt liðið og við bara gátum ekki keypt körfu í dag. Þannig að þetta var erfitt. En svona að þér aftur, svona hvernig er lífið í New York svona á öðru ári? Það er bara fínt, það er náttúrulega mikill munur að vera ekki með Elvar hérna með sér og svona maður þurfti svona að aðlaga sig að hlutunum öðruvísi og svona það var svolítið svona comfort zone að geta bara fara yfir til Elvars og bara slaka á en jú, það er bara fínt en glata að veðrið hefði þurft að vera svona í dag og þannig að það var ekki meiri stemning að þetta. Skilji. En svona talandi Elvar, hann brunaði niður til Miami. Hefur eitthvað heyrt í honum síðan eða? Já, við tölum saman daglega og já, við erum miklu vinir. Heldur hann sé í góðum höndum hann niður í Miami? Já, ég held það bara. Hann allan leiðilegur á Snapchat. Nóga sólarmyndum og myndum á ströndinu og svona en jú, hann er líka að standa sig ríkulega vel og honum líður bara mjög vel, held ég. Var hann ósáttur við leikinn eða þú veist, bara vildi hann prófa eitthvað annað umhverfið eða veistu eitthvað um það? Já, ég held að það er bara svona margir litlir hlutir sem að spila inn í og ég veit ekki nákvæmlega en allavega það var eitthvað sem að lét honum líða illa og hann vildi fara á nýjan stað og prófa eitthvað nýtt og bara finna sig aftur og er þokkalega að gera það. Svona, hvað er skemmtilegast við að vera í þessu spila körfubolta í Bandaríkjunum og tala ekki um í New York í Mekka körfuboltans? Hvað getur þið sagt með svona, getur þið sagt eitthvað um það? Nei, þetta var náttúrulega alltaf bara draumur þegar maður var lítill krakki og maður pældi einhvern veginn aldrei samt að flytja til New York sko, og búa og þetta er svo sögufrægur staður og það er maður er svo lítill og smár og þetta er bara geðveikt náttúrulega þvílíkur áhuga á körfubolta og leiðilegt að voru ekki fengið að sjá það í dag hvernig stemningin vanlega er á þessum leikjum og þetta er bara ekkert þetta kvarta. Hefur einhverja ábendingar til svona yngri leikmanna sem að líta upp til þín og ætla sér að komast á sama stað á þú? Já, þetta er bara þetta klísukennda, alltaf bara að leggja hart á sér og vinna í veikleikum og það er mikill varnarbolti sérstaklega í Bandaríkjunum og ef að menn vilja ná langt og komast hingað þá þurfa þær að byrja að spila ykkur á vörn þarna heima og já, annars er þetta bara alltaf það sama, mataræðið og styrkja sig og eyða meiri tíma í þetta heldur en aðrir. Þannig að myndi segja fyrst og fremst að það væri það varnarleikurinn, það virðist vera svona þema hjá ykkur öllum að það sé bara vörnin sem sé bara númer 1, 2 og 3 hérna. Já, alveg klárlega. Það fyrir alltaf meiri tími á æfingum í að fara yfir varnarfærslur og allt svolítið heldur í sóknina. Menn á Íslandi er þetta akkurat öfugt. Þá kannski fara í einhverja 5 mínútna varnarróteringu, þetta er Páll Axel, hann skýtur skilur. En já, þetta er þvílíkur varnarbolti og maður sér hann alltaf bara á stigaskori og öllu því. En hvað er samt búin að vera svona erfiðast við þetta? Svona að vera úti og þó þetta sé nú allt búið ræðislegt þá hlýtur að vera eitthvað erfitt. Já, það er náttúrulega, þetta er rosa svona mikill heragi og svona margt sem að manni finnst eðlilegt heima sem að má bara alls ekki og æfingarnar eru náttúrulega 3 tímar alltaf mikið vídeó og ég veit náttúrulega hver einasti fjölskyldumeðlimur hinna leikmanna heitir sem við erum að spila á móti, það liggur við sko en jú, það er náttúrulega alltaf svona einhverjir litlir hlutir sem að
fara í taugarnar á manni sem maður finnst svo eðlilegt heima. Nú er sumari kannski verið öðru í sig þér heldur en öðrum hérna svo þú tókst þátt í Eurobasket í Berlín. Hvernig, það hlýtur nú að hafa breyttir eitthvað sem leikmanni og vonandi til þess betra, en hvað finnst þér hafa, hvað áhrif hefur þetta mót haft á þig sem þú tókst þátt í sumar? Náttúrulega þetta er bara að upplifa þennan draum svona ungur, náttúrulega er bara forréttindi. Fá að taka þátt í þessu og fá mínútur og fá að spila á móti besti leikmönnum bara í heiminum. Þú veist, það svona gaf manni frekar mikið og svona auka búst og svona já, maður fann að ég get spilað með þessum gaurum skilur og mann þú veist, langar að ná ennþá lengra og hann gera þetta bara því að það sé daglegur part af lífinu bara að vera að spila á móti þessum stjörnum og hérna en maður var lengi að koma sér niður á jörðina, sérstaklega að koma aftur hingað og fara beint í undirbúningstímabil, fara beint út í einhverja spretti og hérna 2 tíma lyftingaræfingar og þetta tók rosalega á, ég viðurkenni það og að fá ekki smá pásu en svona þegar maður lítið tilbaka þá er maður alltaf bara þvílíkt þakklátur og hérna langar að gera þetta aftur. Hérna, hvar heldur þú sjáir þig svona eftir 5 ár þegar þú ert búinn hérna og hvert svona myndu leita, hvað myndu allar að gera? Mér langar náttúrulega, ég ætla náttúrulega bara að ná eins langt og ég get og eins langt og hægt er og veist, mörgum finnst ég alltaf klikka en þetta langar mér alltaf í NBA en ég myndi alveg sætta mig við að spila á Spáni eða Ítalíu eða þessum sterkustu deildum í Evrópu og ég ætla að þangað. Hafa félaginu í liðinu ekkert verið að svona potið út að ég var stannað að spila á móti Pau Gasol og Bjelica og Gallinari. Jú, ég var mikið á monta með því að koma tilbaka og sýndi myndir af mér vera að stíga Pau Gasol út og ég og Dörk hlið við hlið á vítalínu og eitthvað svona. Þetta var mjög fyndið og þetta er svo fjarlægt fyrir þeim sko og þeir átti erfitt með að trúa sig, ég held að það var í Photoshop eða eitthvað en þeir hefur gaman að þessu. Og við erum með hollending í liðinu þannig að hún fannst þetta ennþá skemmtilegra sko því að hann veit hvað Eurobasket er og allt svoleiðis. Þannig að hún fannst þetta alveg geggjað. Þetta er glæsilegt ég segi bara gangið vel áfram út í New York og þakka þér kærlega fyrir tímann. Takk sem leið, takk fyrir komuna.